Foreldrar drengs sem var kynferðislega áreittur á heimili sínu í Hafnarfirði segja vægan dóm í málinu áfall. Barninu séu ekki trúað og þeim líði eins og föngum á eigin heimili eftir að manninum var sleppt úr haldi í gær. Réttarkerfið hefur ekki tryggt öryggi barnsins okkar og ekki okkar og hann gengur laus og ég bara býst við öllu af honum. Forsætisráðherra var í vél Landhelgisgæslunnar þegar GPS-merki vélarinnar var truflað á leið til lendingar í Póllandi í febrúar. Vélin virtist stökkva til 38 sjómílur í kortakerfi hennar. Menntamálaráðherra segist margoft hafa rætt áform sín breytt námsmat í grunnskólum við kennara. Þeir lýsa alvarlegum áhyggjum af framgöngu ráðherra. Tilraunaboranir á nýju jarðhitasvæði á Hellisheiði sýna allt að 270 gráðu hita. Vonir standa til þess að vatnið geti nýst bæði til húshitunar og raforkuframleiðslu. Gamlar ljósmyndir léku stórt hlutverk við endurbætur á ráðherrabústaðnum. 3 ára vinna að baki og nemur kostnaður rúmlega 300 milljónum króna. Komið þið sæl. Vægur dómur yfir Helga Bjarti Þorvarðarsyni sem var sakfelldur í gær fyrir að brjóta kynferðislega á 10 ára dreng á heimili hans í Hafnarfirði er áfall, segja foreldrar drengsins. Helgi Bjartur Þorvarðarsson braust inn á heimili fjölskyldunar í september í fyrra, fór inn í svefnherbergi 10 ára drengs og áreitti hann kynferðislega. Hann var í gær dæmdur í 12 mánaða fangelsi fyrir brot sín. Dómurinn var foreldrum drengsins áfall. Það eru gífurleg vonbrigði. Sjokki, skandall. Og við í rauninni túlkum hann þannig að bara barninu okkar er ekki trúað eða vitnisburður hans bara skiptir í rauninni ekki máli. Drengurinn gaf 2 skýrslur hjá lögreglu en það er mat dómsins að fara þurfi varlega í að draga ályktanir á framburði hans. Ef það hefði ekki mælst lífsýni innan klæða hjá sín okkar að þá væri líklegast maðurinn sýknaður. En það fundust þau gögn og gögnin sem að finnast í samræmi við það sem sonur okkar segir. En allt annað sem er ekki hægt að sanna bara með svona einhverjum vísindalegum gögnum eða bara með myndavél á staðnum virðist vera bara hunsað. Mér líður þannig að bara börnum sé ekki trúað. Og tilkvæmst að taka viðtöl í barnahúsi ef það á ekki að fara eftir eða hlusta á það sem börnin segja þar. Þau segja að drenginn hafa greint lögreglu strax á vettvangi frá því sem gerst hafi og frásögn hans þar haldist í hendur við vitnaleiðslunar. Maðurinn ber fyrir sig minnisleysi. Og lýsingarnar eru vist sláandi. Maðurinn fór úr buxunum, reyndi að klæða hann úr, klæddi hann úr buxunum og káfaði á einkastöðunum hans. En niðurstaðan er sú að maðurinn er sakfelldur fyrir kynferðislega áreitni sem er ekki það sama og ég myndi túlka þennan verknað að káfa á kynfærum barns. Leggjast upp í rúm og káfa á kynfærum barns. Helgi Bjartur var ekki sakfelldur fyrir nauðgun eins og honum er gefið á sök í ákæru. En niðurstaðan er þessi vegna þess að þetta er orð gegn orði sem er algjörlega út í hött túlkun. Þetta er sannfærandi frásögn barns sem ítrekað sagði rétt frá gagnvart manni sem að segist ekki muna neitt en hafnar því að hafa gert þetta samt. Þannig að við erum að tala orð gegn óminni, ekki orð gegn orði. Og ef við tölum að refsiramminn sé 6 ár, fyrir kynferðislega áreitni. Hvernig getur það verið að hann fái 12 mánaða dóm fyrir kynferðislega áreitni með þessum hætti? Hvað þarf þá að gerast undir hugtakinu kynferðislega áreitni gegn barni þannig að manneskja fái 6 ár? Helgi Bjartur býr í grennd við fjölskylduna. 3 mánuðir af dómnum hans voru óskilorðsbundnir og hann sat þá af sér í gæsluvarðhaldi. Hann var því leystur úr haldi í gær. Það er bara stórkostlega hræðilegt. Mjög erfitt.
Ég veit ekki hvernig við eigum bara að lifa áfram á okkar heimili, í okkar bæjarfélagi. En ég meina við hugsaðum það og við ræddum það aftur í dag að hvort að við þyrftum að flytja bara. Af því að það ekki. Við erum bara ekki örugg. Bara réttarkerfið hefur ekki tryggt öryggi barnsins okkar og ekki okkar og hann gengur laus og ég bara býst við öllu af honum. Og lengri útgáfa af þessu viðtali verður birt á rúv.is. En við snúum okkur þá að allt öðru og förum norður. Flugvél sem flutti Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra til Póllands í febrúar var fyrir árás þar sem GPS-merki var truflað svo að vélin virtist vera 38 sjómílur frá raunverulegri staðsetningu. Ingólfur Bjarni Sigfússon, fréttamaður, þetta kom fram á ráðstefnu Landhelgisgæslunnar á Akureyri í dag. Mikið rétt, hér var verið að fjalla meðal annars breytta heimsmynd og það ógnir sem blasa við Landhelgisgæslunni og svo sem öðrum og þetta ein þeirra. 23. febrúar var forsætisráðherra á leið til Póllands og þaðan til Úkraínu. Langt ferðalag sem krafðist þess að allir yrðu á réttum stað á réttum tíma. Þegar áætlunarflug raskaðist var brugðið á það ráð að fljúga með TF-SIF, skrúfuþotu Landhelgisgæslunnar, frá Reykjavík til Póllands. Og því var haldið af stað sem leið lá í átt að Noregi, Eystrasaltinu og loks yfir Pólland. Ferðin var tíðindalítil þar til vélin nálgaðist flugvillinn í Rzeszów, sem þungameðja herflutninga þeirra sem hafa stutt Úkraínu í stríðinu þar að landi. Í aðfluginu fór allt af stað. Kort sem sýndi hvar vélin var stökk til og frá. Mikil truflun var á GPS-merki og vélin virtist allt í einu vera 38 sjómílur frá raunverulegri staðsetningu. Þarna reyndist einhver hafa beitt brögðum til að trufla GPS-merkið, nokkuð sem orðið mjög algengt á þessum slóðum. Sænska flugmálastjórnin vann skýrslu með systurstofnunum við Eystrasalt í fyrrahaust, þar sem kom fram að ríflega fjórðungur flugvéla á þessum slóðum hefði greint frá svona truflunum, 123.000 flugferðir mánuðina 4 sem þá voru rannsakaðir. Þetta skapar hættu, ekki síst þegar það gerist í flugtæki eða aðflugi þegar ekkert má fara úrskeiðis. Og við fengum til okkar Auðun Kristinsson sem framkvæmdastjóri hjá Landhelgisgæslunni. Auðun, mikil hætta á ferð þegar svona gerist í aðflugi? Þetta allavega verulega óþægilegt fyrir fólkið okkar og áhafnirnar að lenda í svona þar sem að kerfi sem við treystum virkilega á bregst og við þurfum að nota aðra leiðir og backup leiðir en áhafnin leysti þetta vel og þetta hafði ekki mikil áhrif á flugið en þetta verulega óþægilegt að vera í þessum aðstæðum. Þið hafið heyrt fregnir af svona lögu sem gerist á íslenska flugumsjónarsvæðinu en þetta bara hluti af þessu breytta landslagi og nýjum ógnum sem þið eruð að takast á við. Þetta ekki lengur Landhelgisgæsla þorskastríðanna. Nei, ógnirnar að breytast. Þær eru manngerðar, þetta eru fjölþáttaógnir. Það eru skuggaflotaskip sem eru að fara hérna í gegn. Við erum með fjarskiptakampana sem við höfum áhyggjur af. Það eru auðlindagæslan kannski að vera flóknari. Ríki eru síður að virða landamæri og lögsögumörk í heiminum heldur var áður. Þannig að þetta allt atriði sem við erum að fylgjast vel með. Þetta flókið landslag, þið með alla þær bjargir sem þið þurfið til þess að takast á við þessar breyttu forsendur? Við erum ágætlega búin að björgum. Við erum vel búin skipum og þyrlum og flugvél og flugvélin okkar núna heima og flýgur mikið og við fylgjumst vel með. En það eru virkilega gloppur í eftirlitinu og leitar og björgunarkerfinu hjá okkur. Við þurfum að styrkja okkur og það er fullu vilji til þess hjá stjórnvöldum og við erum að vinna saman með okkar ráðuneyti í að efla gæsluna. En það þarf að vinna í þessu áfram og það er töluvert verk. Ef þú bara telur hvað vantar fyrir ykkur að þínum mati? Til að geta staðið undan skuldbindingum okkar gagnvart leit og björgun þá þurfum við fyrst og fremst að bæta í þyrluflotann og fjölga áhöfnum. Við þurfum að vera trúverðug þar og við þurfum að standa við okkar skuldbindingar og þar þarf að bæta í. Það er svona númer 1 og 3. Við fengum dómsmálaráðherra sem var eins og gefur að skilja sem yfirmaður Gæslunnar á ráðstefnunni til okkar hérna þegar hún rétt eftir hún komin fljúgandi á björgunarþyrlu og spurðum hvort að hún væri mætt með afmælisgjöf því tilefni ráðstefnunnar var 100 ára afmæli Gæslunnar. Það er mikill áhugi innan ríkisstjórnar því að við fáum að fá til okkar 4. þyrluna. Mér þætti góður bragur á því að hún væri staðsett hér. Þetta er umræða sem er í gangi, atriði sem er verið að skoða, lengra kemst ekki með loforðið að sinni.
Ísrael og Líbanon hafa samið 10 daga vopnahlé sem taka á gildi síðar í kvöld. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti síðdegis að samningar hefðu náðst og ættu að taka gildi á miðnætti að staðartíma í Líbanon. Í tilkynningunni hvergi minnst á Hezbollah-samtökin og því óvíst hvort vopnahléð nái til árása Ísraela og Hezbollah innan landamæra Líbanons. Þar að auki býður Trump forsætisráðherra Ísraels og forseta Líbanons í Hvíta húsið til formlegra friðarviðræðna. Rússar drápu minnst 17 víðsvegar Úkraínu í nótt í mannskæðustu árásum þeirra á landið þar sem af ári. 9 voru drepnir í hafnarborginni Odessa, 4 í höfuðborginni Kyiv, 3 í Dnipropetrovsk og 1 í Zaporizhzhia héraði. Úkraínski herinn segir að Rússlands her hafi skotið minnst 700 drónum og eldflaugum á loft í nótt. Fjöldi slökkviliðs og sjúkraflutningamanna særðust þegar Rússar gerðu aðrar árásir á sín fyrri skotmörk, nokkuð sem Rússlands her hefur stundað lengi. Fyrir skömmu varaði Zelenski, Úkraínuforseti, við að Patriot loftvarnaskeyti væru senn á þrotum. Vegna stríðsins í Mið-Austurlöndum hafa Úkraínumenn ekki getað tryggt sér eins mörg bandarísk Patriot skeyti og áður til að sinna loftvörnum. Kennaraforystuan lýsir alvarlegum áhyggjum af framgöngu mennta- og barnamálaráðherra sem hyggst breyta námsmati í grunnskólum. Ráðherra segir breytinguna til bóta, kennarar hafi vitað hvað til stóð og boðar fleiri breytingar. Og jafnframt tel ég eðlilegt að við notum nú kemur það, bíðið, haldið ykkur fast, að við notum tölustafi í einkunnagjöf. Það óhætt að segja að þessi orð ráðherra á þingi Kennarasambandsins í gær hafi vakið athygli. Miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem heldur utan námsmat segist ekki hafa haft nokkurt veður af þessum áformum fyrr en þá og það sama segir kennaraforystan. Það er náttúrulega búið að kasta fram einhverju svona alls konar hugmyndum og í bríari og í fjölmiðlum og slíkt en nei, formleg umræða hefur ekki farið fram. Þessir aðalar vissu mæta vel og eru búin að vera í starfshópi, spretthópi í mínu ráðuneyti síðan í febrúar. Þau eru vel meðvituð, hvort heldur sem það kjarabaráttustjóri, kennara eða MMS. Þannig að þar í þessum spretthópi var fjallað þessa breytingar á námsmati úr bókstöfum yfir í tölustafi. Já, ekki bara þar, heldur víðsvegar annars staðar þar sem ég hef verið að hitta fólk að máli. Síðdegis í dag sendi þing Kennarasambandsins frá sér ályktun. Það sé lýst alvarlegum áhyggjum af framgöngu ráðherra, stöðuleika hafi skort í menntamálum og ráðherraskipti hafi verið tíð. Kallað eftir breyttum vinnubröðum, meiri vandvirkni og nýjum tón í stefnumörkun stjórnvalda. Ég held að kennarar upplifi bara svolítið sorg og vonbrigði þegar að þessi málflutningur með þessum hætti af því að við viljum taka þátt í samtalinu. Að mati ráðherra felur þessi breytingar námsmati í sér gagnsæi og bæta upplýsingagjöf fyrir nemendur og foreldra. Þetta einfalda líka þetta ferli úr grunnskólanum upp í framhaldsskóla þar sem að mér skilst að stjórnendur framhaldsskólana verði nú að byrja á því að umbreyta bókstöfunum yfir í tölustafakerfi þegar þau eru að taka árgangarna úr grunnskólanum upp til sín. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla skólum skylt að nota bókstafseinkunni við brautskráningu nemenda en þá hafa skólar svigrúm til að ákveða fyrirkomulag námsmats en til að áform ráðherra verði að veruleika þar að breyta aðalnámskrá og vinna við það hafin í ráðuneytinu. Við munum taka aðalnámskrá til gagngerrar breytinga. En það með hana eins og bara aðra löggjöf, það hægt að breyta ákveðnum þáttum til að byrja með. Það bara langt og mikið ferli og þarf að fara fram þá bara gríðarlega fagleg og djúp umræða slíkt. Fleiri breytingar í farvatninu, samræmdu prófin eins og við þekktum þau í ráðu fyrir? Já, til dæmis, það líka í skoðun. Og það verður nánar rætt við Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra í Kastljósi hér strax á eftir íþróttum og veðri. Og þá að allt öðru. 270 gráðu hiti mælist á nýju jarðhitasvæði Orkuveitunar á Hellisheiði. Það gæti orðið lykilsvæði Orkuveitunar til framtíðar og hugsanlega nýst til bæði húshitunar og raforkuframleiðslu. Jarðhitasvæðið á Meitlum á Hellisheiði, á hægri hönd þegar ekið í átt að Hveragerði. Það hefur verið rannsakað nokkurt skeið. En núna, í lok síðasta árs og byrjun þessa árs, hefur við borað 2 rannsóknarholur á þessu svæði sem að sýna okkur nokkuð háan hita 270 gráður. Þannig að þetta bara svæði sem að gefur mjög góðar vonir eða væntingar að þarna sé mögulega nýtanlega auðlind að finna. Bora þurfi eina holu til viðbótar og gera frekari rannsóknir til að svara til hvernig svæði geti nýst.
eða hve mörgum það gæti séð fyrir heitu vatni. Það ætti að liggja fyrir á næstu mánuðum. Þá getum við farið að skoða möguleika hvort að þetta verði annars vegar til varmaframleiðslu til húshitunar eða einnig til raforkuframleiðslu sem auðvitað væri frábært því þá erum við að nýta auðlindina enn betur. Svo erum við líka eftir að komast að því hvað við gerum, hvort að þetta verði ný sérstæð virkjun eða hvort að þetta verði uppbót fyrir Hellisheiðarvirkjun. Uppgötunin hafi sérstaka þýðingu því að fyrir 2 árum hafi verið ákveðið að Orkuveitan skyldi setja mun meiri áherslu á og fjárfesta í orkuöflun. Og þetta talar bara beint inn í það. Þetta er það mögulega nýtt svæði sem getur komið til með að vera eitt lykilsvæði Orkuveitunar í orkuframleiðslu fyrir samfélagið. Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Orkuveitunar, vertu velkomin til okkar. Hvaða þýðingu hefur það að þarna hafi fundist jarðhiti? Já, þetta hefur mikla þýðingu fyrir þjóðina. Við erum auðvitað að horfa upp á það að þjóðin er að stækka og 500.000 manns er staðan hér á Íslandi eingöngu eftir 12 ára við horfum á spár og við þurfum mikinn hita og við þurfum þetta líka til að tryggja það orkuöryggi eða orkusjálfstæði sem við erum svo vön hér á Íslandi og ef við horfum bara til þess að jarðhitinn og varminn sem að fólk notar til húshitunar er einungis 40% af því sem að fólk borgar á Norðurlöndunum. Já. Það segir bara hversu mikla þýðingu þetta hefur fyrir okkur. Og svo þetta, ef þetta er raforka, þá erum við að horfa upp á mikla verðmætasköpun, þar sem við getum stuðlað að uppbyggingu atvinnu og það er okkur hjartans mál. En vitið þið hver heitavatnsþörfin er til dæmis á höfuðborgarsvæðinu á næstu árum? Við höfum svona nokkuð góða mynd af því. Það er svona að stækka 2,6% á hverju ári og það er svona það sem við erum að vinna að tryggja og þurfum að bora mun meira til þess að einmitt að ná því. En bindið þið vonið við til dæmis að þetta svæði geti mætt þessari þörf? Í raunin nei. Þetta er auðvitað frábær tíðindi fyrir þjóðina að við séum að finna þetta nýtt jarðhitasvæði en við erum að fara að bora miklu meira og vorum að segja frá því í dag að við erum að fara mun víðar og setja 7,5 milljarð í önnur svæði sem við erum að leita einmitt til að mæta framtíðar þörf samfélagsins hér á suðvesturhorni landsins. Heldur betur. En það var farið í stefnubreytingu hjá Orkuveitunni fyrir 2 árum þar sem þið eru að leggja áherslu á orkuöflun. Eru fleiri verkefni, þú segir þið að fara í þessi fleiri, eru enn fleiri verkefni í farvatninu hjá ykkur? Já, svo sannarlega. Við erum í raun má segja við erum að horfa á 230 milljarða fjárfestingar bara næstu 5 árin hjá Orkuveitunni og það sem er kannski stærst og mest spennandi hjá okkur og við ætlum að fara dýpra, við ætlum að fara undir auðlundina sem við höfum verið að nýta síðustu áratugina, að sækja í auðlund sem er 450 gráðu heit og ef við náum því þá er möguleiki að við finna tækni það sem að orka allt Ísland mun finnast. Sævar Freyr Þráinsson, forstjóri Orkuveitunar, takk fyrir að koma hingað og útskýra þetta fyrir okkur. Takk svo mikið. Og við þurfum að allt öðrum. Endurbótum á ráðherrabústaðnum við Tjarnargötu í Reykjavík er að mestu lokið. Gamlar ljósmyndir voru notaðar til að reyna að færa innréttingar hússins í nær upprunalegt horf. Ráðherrabústaðurinn var upphaflega byggður á Flateyri undir lok 19. aldar en var fluttur til Reykjavíkur í upphafi þeirra 20. Þar bjuggu forsætisráðherrar fram á 5. áratuginn en nú orðið hýsir bústaðurinn fundi ríkisstjórnar og móttökur fyrir tignar fólk. Endurbætur á bústaðnum hafa staðið yfir í það bil 3 ár og komust þær í fréttir þegar hauskúpa af manneskjum fannst undir golffjölum í risi hússins. Rannsókn leiddi ljós að hauskúpan var af óþekktri danskri konu. Helstu sjáanlegu breytingarnar felast í blómastofunni á suðurgafli hússins. Hún hvarf við endurbætur hússins á 10. áratugnum en hefur nú verið endurreist í upphaflegri mynd, þó eilítið stærri. Þar spila gluggarnir aðalhlutverkið. Þeir eru hugasmíð Rögnvalds Ágústs Ólafssonar arkitekts og víða land má sjá sambarilega glugga til að mynda í Húsavíkurkirkju. Hann notaði þessa gluggagerð dálítið, talar við ýmislegt, er þetta Burstabærinn, er þetta fjallahringurinn, er þetta eitthvað? En þetta er eitthvað, mér finnst þetta að vera eitthvað undarlega íslenskt, þó að við gerum þetta ekki lengur. Lagt var upp með að nýta það sem hægt var. Gólfin eru upprunaleg og voru pússuð upp og gömul húsgögn voru bólstuð upp á nýtt, en annað, svo sem vatnslagnir, rafmagn og brunavarnir, var komið til ára sinna. Meira segja veggfóðrið var sótt í upprunalega stílinn,
en gamlar ljósmyndir voru notaðar við hönnunina. Það fannst svipað veggfóður í húsinu sem að þetta dálítið eins og var gert í gamla daga. Þetta opnir strangar, þetta ekki prentað og við vorum mjög glöð að geta fundið veggfóður sem var sambærilegt og gert að gamla mátan. Þannig að við héldum í grunninn í húsið eins og það hafði verið. Og þetta þannig hús, þetta búið að vera í 120 ár og þetta hluti af okkar menningu og gaman að geta einhvern veginn skila þetta tilbaka í fullri virkni. Svo eru það listaverkin sem prýða veggina. Kjarvalsmálverkið sem lengi hefur prýtt stofuna á sínum stað, en það og önnur listaverk í húsinu eru eftir íslenska listamenn sem hafa verið fulltrúar Íslands á Feneyjatvíæringnum. Húsbúnaðurinn öllu blandari, frá íslenskum og norrænum hönnuðum. Konungsflygillinn, sem var fluttur til landsins 1907 og elsti flygill landsins, á sínum stað. Þess utan hefur aðgengi fyrir hreyfihamlaða verið bætt. Kostnaður við hönnun og verklega framkvæmdir nam 336 milljónum króna, en kostnaður vegna kaupa á húsbúnaði liggur ekki fyrir. Tímabundin lækkun skatta og gjalda á matvæli og bensín meðal þess sem kemur fram í tillögum Framsóknarflokksins sem aðgerðir í efnahagsmálum. Tillögurnar voru kynntar í dag. Flokkurinn vill einnig auka fyrirsjáanleika í opinberri gjaldtöku, grípa til aðgerða til að halda aftur að hækkun leiguverðs og stuðla að nýrri þjóðarsátt. Formaður flokksins segir markmið þessara aðgerða að draga úr verðbólgu og stuðla að lækkun vaxta. Mestu máli skiptir núna þar að ná niður verðbólgu svo hægt sé að lækka vexti. Og til þess að það sé hægt, þá þarf mun heildstæðari nálgun og það þarf að kalla alla að borðinu og þannig að við erum að tala hér fyrir samvinnu nálgun á þetta stóra, flókna og mikilvægasta viðfangsefni sem samfélagið okkar að kljást við. Talið að 40% allra kampavínuppskeru sé í bráðri hættu í ár vegna frosts í Norður Frakklandi síðustu daga. Svo slæmt hefur ástandið ekki verið í meira en 20 ár. Ici, celui-là, il a bien résisté. Ceux-là, ils sont détruits. Freyðivín ekki kampavín nema það komi frá Champagne í Frakklandi og þar eru vínbændur í öngum sínum. Vous voyez sur cette partie, il y a 5-6 bourgeons, il en reste un. C'est un début de saison qui s'annonce difficile. On sait déjà que dans cette parcelle-là, il y aura relativement peu de récoltes. Et ce qui nous a notamment fortement surpris, c'est en fait le démarrage précoce de la végétation, ce qui a exposé la vigne à une plus grande sensibilité face au gel. Þegar frystir hafa vínbændur nokkur vopn í hendi. Hægt að til dæmis vökva í vonum að klaka böndin hverfi eða þá að setja upp gashittara og kveikja elda. Vorið kom nokkuð snemma í Frakklandi í ár og víða fór hiti yfir 20 stig strax í febrúar. Þrúgurnar voru því ekki eins harðgerðar og lifa ekki frostið af sem verið hefur undanfarið. Les gelées les plus sévères ont eu lieu en 2003 et elles ont concerné 45% de l'appellation. Donc vous voyez qu'aujourd'hui on s'en rapproche quand même nettement. Til þess að verða ekki fyrir algjöru tekjufalli þurfa vínbændur að reiða sig á birgðir frá fyrri árum. La période de sensibilité face au gel, elle est loin d'être terminée. Elle peut aller jusqu'à début mai, même mi-mai. Mais si ça s'arrête là aujourd'hui, enfin en tout cas les dégâts, on devrait nous, dans notre cas, pouvoir compenser avec les vins de réserve. Mais ça ne sera pas le cas chez tout le monde. Og þá að veðri. Það hæglætisveður á morgun og smá skúrir vestanlands en léttskýjað austan til fram eftir degi. Hiti verður á bilinu 3 til 12 stig að deginum og það verður svalast út yfir norðausturströndina. En það verður nánar fjallar veðrið að loknum íþróttafréttum. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta mun leika í A-riðli á EM í desember. Dregið var í riðlana í dag. Og kvennalandsliðið í fótbolta býr sig undir stórleik á Laugardalsvelli þegar liðið tekur á móti Englandi á laugardag. Vonandi gerum við eitthvað sérstakt. Þá verður keppt á Íslandsmótinu í áhaldafimleikum helgina. Ríkjandi meistarar í karla- og kvennaflokki munu stíga á stokk. Missið ekki af íþróttum hér eftir skamma stund. Og áður en við kveðjum ykkur ætlum að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Foreldrar drengs sem var kynferðislega áreittur á heimili sínu í Hafnarfirði segja vægan dóm í málinu áfall. Barninu sé ekki trúað og þeim líði eins og föngum á eigin heimili eftir að manninu var sleppt úr haldi í gær. Réttarkerfið hefur ekki tryggt öryggi barnsins okkar
og ekki okkar og hann gengur laus og ég bara býst við öllu af honum. Forsætisráðherra var í vél Landhelgisgæslunnar þegar GPS-merki vélarinnar var truflað á leið til lendingar í Pólandi í febrúar. Vélin virtist stökkva til 38 sjómílur í kortakerfi hennar. Menntamálaráðherra segist margoft hafa rætt áform sín breytt námsmat í grunnskólum við kennara. Þeir lýsa alvarlegum áhyggjum af framgöngu ráðherra. Tilraunaboranir á nýju jarðhitasvæði á Hellisheiði sýna allt að 270 gráða hita. Vonir standa til þess að vatnið geti nýst bæði til húshitunar og raforkuframleiðslu. Gamlar ljósmyndir léku stórt hlutverk við endurbætur á ráðherrabústaðnum. 3 ára vinna er að baki og nemur kostnaðurinn rúmlega 300 milljónum króna. Þessum fréttatíma er að ljúka og nú er komið að íþróttum og veðri. Það er næst fréttatíma hjá okkur í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má finna allan sólarhringinn inn á ruv.is og svo má líka senda okkur ábendingar alltaf allan sólarhringinn inn á fréttir hjá ruv.is. En við á fréttastofunni við ætlum hins vegar að þakka ykkur samfélgina það sem af þessum degi. Verið sæl. RÚV í kvöld. Miðstöðin. Siggi Gunnars stýrir lifandi þætti dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir. Helstu straumar og stefnur, innlit til áhugaverðs fólks og skemmtilegir gestir í myndveri. Að baki hvers manns, önnur þáttaröð dönsku dramaþáttana kokkana Mikael og Nauju sem ákvaða að opna saman veitingastað. Málin flækjast þegar Næja fellur fyrir fjárfestinu meira, Cecilie. Lögregluvaktin, Chicago PD. Leikinn þáttaröð líf og störf lögreglumanna í Chicago. Náttúrulega sagði ég honum að ég væri búinn að skrá mig í vasa og eins og